Heilbrigður lífstíll getur dregið úr áhrifum breytingaskeiðsins. Næring, streita, skaðleg efni í umhverfinu og hreyfing eru mikilvægi þættir sem hafa áhrif á hormónin og almenna líðan. Það er því mikilvægt að draga úr neyslu á unnum kjötvörum, kolvetnisríkum mat, sykri, kaffi og áfengi og skipta út fyrir heilsusamlegt fæði og holla drykki. Næring hefur almennt mikil áhrif á okkur hvernig okkur líður, bæði líkamlega og andlega. Og á þessu tímabili þurfum við sérstaklega að huga vel að næringunni til að viðhalda góðu jafnvægi á hormónunum. Streita er góð í hófi en stöðugt og langvarandi stress hefur mikil áhrif á líkamlega og andlega heilsu. Stress getur ýtt undir ójafvægi á hormónum og getur haft áhrif á tíðarhringinn og magnað upp einkenni breytingaskeiðsins. Nú svefnin, hann hefur áhrif á hormónin og öfugt, hormónin hafa áhrif á svefnin og eftir svefnlausa nótt verður streituhormónið okkar kortisol of hátt sem truflar jafnvægi á milli estrogen og prógesterón. Næringu við daginn hefur því einnig áhrif á svefnin og því mikilvægt að huga að mikil kaffidrykkja, áfengi og sykur koma niður á svefninum. Líkaminn þarf á góðum svefni að halda til að geta endurstilt sig og hlaði sig af nægilegri orku fyrir komandi dag. Nú skaðlega efni og xenoestrogen. Nú xenoestrogen eru efni í umhverfinu sem geta verið skaðileg heilsunni og trufla starfsemi hormóna með því að líka eftir þeim og þar að leiðandi minnka náttúrulega estrogenið. Þessi efni geta verið í loftinu sem við öndum á okkur eins og reykingar, ilmefni, hreinsefni og fleira. Nú einnig eru skaðileg efni í plastumbúðum utan mat og drykki, það eru skordýreitur og ávöxtum á grammeti og svo eru mörg húðkrem hormónatruflandi. Nú hreyfing og lífstíll. Hreyfing er nauðsynleg fyrir hormónujafnvægi þar sem hún hjálpar ekki aðeins til við að koma næringarefnum á réttan stað í líkamanum, heldur dregur hreyfing úr streitu og kemur jafnvægi á blóðsykurinn. Og öll hreyfing er af hinu góða, hvort sem það er göngutúr, hlaup, lyftingar eða jóga eða hvaðina. Heilbrigður lífstíll yfir höfuð dregur úr mörgum sjúkdómum og leiðir til betri heilsu.